Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinu klukkan 8. Þá var það sagði fréttir. Hjá mér María Lilja og Sigurjón Magnús. Hérna kannski, ég veit ekki, fréttagsins að ríkisstjórnin kynnti húsnæðispakka. Við rættum þetta svolítið helgina og líka í gær. Sögðum að það er eins gott að segja eitthvað í þessu. Þessu ekki að byrta tóma pakka. Það verður nú eitthvað verið í þessu. Við byrjum að gá hvort að geta við. Það hlýtur að vera eitthvað í þessu sko. Þannig að spurningin er þetta nóg til þess að mæta húsnæðisvandanum sem er í gangi? Það mátti heyra að forseta ASÍ, hann taldi það ekki vera. Já, það er líka erfitt að meta það svona bara á einhverjum klukkutíma sko. Já, þetta er nú flest kunnulegt. Já. Við getum tekið bara upp myndirnar af þessu sem er þarna. Það er fyrst er það sem sagt út af dómnum Hæstaréttar, þá drógu allir bankarnir að sér hendurnar. Það verið talað um það. Már Wolfgang Mixa hefur til dæmis bent á það að það er eiginlega ómögulegt fyrir bankana að miða við stýrivextina eins og var skilið eftir í dómnum. Það var eina sem mátti lesa út úr dómnum af því að það er eiginlega stýritæki Seðlabankans til þess að þrýsta á markaðinn og það sé eðlilegra að sé fundin einhver önnu viðmið eins og langtíma ávöxtun á ríkisskuldabréfum eða eitthvað slíkt sem að hæfir betur svona langtíma fjárfestingu eins og húsnæði er og langtíma lán sem að þetta er örgustu lán sem hægt er að veita en þarna hljómar ekki vel unni skuli að, stemt skuli að það kemur tónninn þarna þannig þetta er ekki neitt fleiri almennar íbúðir, þau ætla að hækka stofnframlögin úr 30 upp í 35% kann að hafa einhvern áhrif svona til lengri tíma stórfelld einföldun á regluverki. Þetta eru búin að sjá í öllum glærupakkum frá ríkisstjórnum. Hérna skrifa skipstjórinn og fyrirverandi þingmaður Björn Valur Gíslason að þau sé að slá af kröfunum gæði húsnæðismessu. Það kemur seinna. Hérna síðan er það 400 íbúðahverfið í Úlfarsárdal. Ég hef heyrt kynningu á þessu áður. Borgarstjórnarmeirihlutanum voru með það. Nokkuð oft eða ekki? Jú, ég held það. En það er svo sem að Björn, þú ert að benda á sem að Björn Valur bendi á að þetta hefur alltaf verið gagnrýnt að þetta er krafa verktakana að einfalda regluverkið þannig ég fái að byggja húsnæðið eða íbúðina hratt og vel það hefur líka verið gagnrýnt að það er ekkert eftirlit með þessu við erum með mörg dæmi stórgallaða nýjar íbúðir þannig það er ekki endilega að vísa það síðan regluverkið getur líka verið þannig að það þarf ekki að vera geymsla það þarf ekki að vera það er slegið þannig á kröfum þannig að þetta verið gagnrýnt til dæmis með Bjarg að íbúðurnar séu það búið að strípa þar af öllu sem að ekki bara nauðsynlegt frá degi til dags en er betra að hafa í húsnæðum og þetta sé svolítið öfug stefna heldur en var þegar var verið að byggja verkefnabústaðinn á Hringbraut þar sem þeir voru eiginlega betri íbúðir heldur en var almennt verið að byggja en þá hefur verið að reyna að finna leiðir ég veit ekki hvort það er, hvort það ætli að draga úr því að þurfa að vera gluggar á tveimur hliðum, ég held að væri einhverjir arkitektar myndu vilja setja það í reglugerð af því að þessi djúpu íbúðir þar sem að sólarljósi kemst ekki inn Við munum það bara Unifellinu aldrei sólskín Páfagaukarnir þögnuðu þegar heimilis páfagaukarnir þögnuðu það var mjög sorglegt Þetta er líka stemt skuli að þannig var ekki upplýstað hvernig þetta einfalda regluverki það er bara að unnið skuli að þessu sem er búið að vera að vinna að í allavega frá stuttu til hrun það er búin að vera öllum glærusýningum en það er meira sem var með markvissari húsnæðisstuðningur hlutdeildarlánakerfi sem að virkar það má vel vera að þeim takist að búa það til. Vandinn með hlutdeildarlánin þetta er aðstoð við fyrstu kaupendur, er að formið hefur alltaf verið oftast verið þannig. Það hefur komið held í 1 ár þar sem að fóru út nokkur lán. En það var á langa tíma sem að ekkert að þessu lánu fór. Vegna þess að fólkið sem að til þess að uppfylla skilyrði mátti eignin ekki kosta of mikið. Og þú mátti ekki vera með of mikla tekjur. Og það var engin sem að náði þessu að fá greiðslumat upp í það íbúðu sem voru til sölu og sem að gátu fyllt upp í þetta kerfi. Þannig að má vera að þeir séu búin að finna leiðina til þess. Það hlýtur að vera fyrir þeirra. En það sem að vekur svolítið athygli hérna er 10 ára skattfrjáls séreign inn í íbúðalán. Þetta er það sem að Þórður Snær sem er starfsmaður þingflokksins, framkvæmdastjóri þingflokks, eða ekki? Samfylkingurinn, hann er Hann skrifað marga kílómetra þetta því að þetta er
húsnæðisaðgerð þar sem að hinum betur settu veittur stuðningur til þess að kaupa. Þeir sem eiga séreignarsparnaðinn. Þetta nýtist yfirleitt ekki lágtekjuhópunum. Þetta nýtist millitekjuhópunum og hærritekjuhópunum. Það sem að þú getur tekið út úr séreignarsparnaðinum og lagt inn í húsnæðið og þarft ekki að borga skatta. Því að þegar þú borgar inn í lífeyrissjóð þá voru ekki teknir skattar, en þegar þú tekur út þá borgar þú skatta, þannig er reglan. En þannig er þetta undan því, þannig að þú þetta verið að gefa eftir skattekjur til innar skársettu og betursettu. Það er augljóst. Þetta er mjög svona viðreisnarlegt og þegar ég sá þetta þá hugsaði ég, það er viðreisn hefur heldur stjórntakinn í þessari ríkisstjórn, allt sem tengist svona efnahagsmálum. En það er meira sem það leggja til. Og hvað er þetta? Minni hvati til að safna íbúðum. Það hefur verið bent á ýmsar leiðir sem gætu verið gert til þess að vandamálið er það að 70% af nýjum íbúðum sem kom út á markaðinn eru keyptar af þeim sem eiga íbúði fyrir. Og það hefur bent á það til dæmis að það er að hafa reglur veðhæfni. Þannig að ef að þú kaupir fyrstu íbúðina þá máttu skulda 80%. Ef þú ert að kaupa aðra íbúð þá máttu skulda 70%. En ef þú ert að kaupa þér auka íbúð þá máttu ekki skulda nema 50%. Og ef þú ert að kaupa þriðju íbúð þá máttu ekki skulda meira en 10%, eitthvað svoleiðis. Þannig að þú verður að bara gera það fyrir eigið fé til þess að draga úr ásókn þeirra sem eiga íbúðu fyrir inn á markaðinn. Þetta er ekki það. Þetta er það að þegar þú selur íbúðuna að þá, ef þú selur hennar innan, ég man ekki hvað það var, það var innan 10 ára, að þá er það skattfrjáls hagnaðurinn. Þú keyptir íbúð á 50 milljónir, hún tvöfaldar þau verði á tímabilinu, þú selur hann aftur, tekur inn 50 milljóna króna hagnað, þá var það skattfrjálst. Núna ætlaður að leggja skatt á þetta. Gallinn er sá að íbúðaverð hefur hækkað svo mikið í þessum skorti sem hefur verið þarna, að þó svo þurfur að borga fjármagnstekjuskatt sem er bara 22% af hagnaðinum, að þá er engin önnur sparnaðarleið sem að skila þér annaris ávöxtun, eins og kaupa húsnæði. Þannig að það má vera að þetta drægi eitthvað úr ásókn þeirra sem eiga margar íbúðir. Má vera að þeir segja bara nei, ég bara held áfram. Og það er annað sem er þarna, þeir viti það að þegar þú leigir húsnæði frá þér, þá færðu fjármagnstekjur sem er leigutekjurnar. Og þær hafa verið þannig að það hefur verið borgaður bara hálfur fjármagnstekjurskattur af þeim. En núna ætlar að hækka það upp þannig að það verði borgað meira. Þetta hefur verið, ég býst við að húseigendur munu mæta á morgun og segja það að þetta mun bara draga úr íbúðum sem eru til leigu, segja þeir. En svo getum við talað við formann leigjendasamtakanna, hann mun segja þetta mun bara hækka húsaleigu. Því að menn mun bara setja þetta beint inn í húsaleiguna eins og það hafa alltaf gert. Svo er hann að framtíðar unnið skulle hafa verið að draga úr vægi verðtryggingar. Sigurður Ingi getur komið hann var með þetta inn í einum af sínum pökkum og vann að því. Ég heyrði hann daginn vera að tala það því hann heyrði af Daða vera svolítið að tala að hann ætla að taka þetta upp. Var hann að fagna því að þið var að taka upp gömul mál framsóknar. Og svo tildekt í stjórnsýslu. Þetta er miðað við að það er gríðarleg húsnæðiskreppa á Íslandi. Fólk er að búa í þvottahúsum og þeir sem eru með lægstu tekjurnar á Íslandi eru rekjast á leigumarkaði og eru að borga kannski 30% stærra hlut af tekjur sínum í húsaleigu heldur en í nágrannalöndunum. Það sem er blikkað ljós á Spáni og Þýskalandi þegar að húsnæðiskostnaður lágtekjufólks fer yfir kannski 30%. Hérna eru flestir bara með 50-70%. Það er ekkert í þessum aðgerðum sem að mæti þessu. Það er ekki gott að heyra, sko. Ég held að í svona fljótu yfirliti þá spái ég að við munum heyra það ekki bara frá forseta ASÍ eins og var í kvöld, heldur frá fleiri á morgun sem fólk er búið að melda þetta og segir það voru að boða þetta. Kristur boðaði þetta á flokksfundi Samfylkingarinnar að það gæmi stór pakki og eru tekin upp fjárlögin og fleira. Langstæsti liðurinn í þessu sem til að taka upp fjárlögin held ég að sé þarna með að gefa eftir skatta af séreignarsparnaði.
Ég held að það sé kostnaðarsamast. Já. Sem að fer til hinna betur settu. Ég sá svona upp á þessu fundi hjá þeim og Inga Sæland, hún bara flaug hún snert ekki í jörðina, hún var svo glöð með þetta. Já, hún náttúrulega mikill, hún kannski mestur sölum að þeirra að þryggja. Hún var mjög þegar hún fundurinn þegar hún var að tilkynna þeir ætlaði að auka framlög í hjúkrunarheimili. Það sem var á Hótel Loftleiðum sem á að breyta í hjúkrunarheimili og hún var með sleggjuna að brjóta veggi. Hún kann að halda þetta. Herðu, Kristrún var í Kastljósi eða mynda því í kvöld. Hún var náttúrulega skeleg eins og hún á til. Mér fannst hún mér standa sig ágætlega spyrillin. Og að sumleiti fannst mér að koma fram að það er svona einhver hólur hljómur í þessu. Hóli hljómurinn heyrði strax þegar þetta var kynnt. Að þetta væri fyrst í pakki ríkisstjórnar. Þá vissi maður og þau vita að það er ekkert í þessu. Þannig að segja að svo kemur eitthvað meira seinna. Sem að hljómar svolítið venni. Stundum er gott að segja minn og gera meira. Það er under promising over delivering er stundur sagt, það sé gott. Væntingarstjórnun. En við ættum að reyna að fá menn sem að vera að vinna þessu eins og Ragnar Þór til þess að útskýra þetta. Kannski er þetta bara svona erfitt fyrir Flokk fólksins að ná fram einhverju breytingum með samfélkinguna með viðreisn í ríkisstjórn. Það sem að trúin virðist vera svo að með því að örva markaðinn að þá muni markaðurinn leysa húsnæðisvanda lágtekjufólksins sem hefur ekki gerst ennþá. Nei, ekki. Og mun aldrei gerst. En er fullreynd? Ég held að það sé fullreynd, já. Herðu, mér finnst það svolítið sérstakt að því að Sýn sagði til þess stuttarlega frá þessu. Skipti svo bara beint yfir í Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem var með fréttaskýringu hvað var í pakka ríkisstjórnarinnar. Og mér finnst að vera svona eins og að Sýn hafi reynt að fá eitthvað að ráðhrónum og ekki fengið þá í settið eða... Og hent sín með að fá höfuð anstængin. Já, svona í venjulegu fréttatíma þá myndur þú taka þann sem að fremur verknaðinn fyrst, svo tekur viðbröðin. Best er náttúrulega að gera þetta í sama fréttatímanum og hefði verið gaman að sjá til þess að RÚV vera með stjórnarandstöðuna sem hafa verið með viðbröð eða formann félagsleigjenda og fleira sem hafa verið að kalla eftir þessum aðgerðum. Það var ekkert svoleiðis í RÚV. Það var bara valdi talar. En Sýn mætti með stjórnarandstöðuna. En hvað sagði Guðrún Hafsteinsdóttir? Hún var bara nokkuð ánægð með þetta. Hún var ánægð með þetta. En það er, hún kallaði endurgreiðsluna að fá að leggja séreignarsparnaðinn inn í húsnæði sitt. Hún kallaði þetta Sjálfstæðisflokks tillöguna. En það bjuggu þau hana til. Þetta er beint frá Bjarnabenn. Já. Svo var mikið gagnrýnt á þessum tíma að ýtti undir svona óstöðuleika ofan á mun ekki endurgreiðslan á virðisauka á vinnustað viðhaldi að það er sagt að langstæsti hlutin að þessum peningu fór í ógnarstóra palla sem nú má sjá við öll einbýlishús í Garðabænum. Það var eiginlega þessi stuðningur til þess að örva atvinnulífið í COVID. Þá kom ykkur skattaafsláttur þegar þeir þurfa að fara að bera á. Já. Telefónina. Þessu stóri pallar með 400 fermetra, hvað ég gera? Fellt niður vörugjöld á pallaolíu. Það var eitthvað svolítið. Herðu, en í morgun, kannski, ég veit ekki hvort að forseti ASÍ hafi miðað þetta. Þetta syndast ekki mynd á honum. Þetta er frétt af heimildinni grein sem hann skrifaði á Vísi. Það sem hann var að segja að ríkisstjórnin verði með aðför á launafólki í Íslandi. Og taldu upp svona mörgt sem við höfum rætt hérna áður. Hvað þeir eru að sækja peninga, þeir eru að sækja peningan í lífeyrissjóðuna, þeir eru að sækja peninga í atvinnuleysisbætur og það er eiginlega engar aðgerðir til þess að bæta. Nei, stöður, nei, ekki ennþá. Og ég held að þessi húsnæðispakki muni ekki auka gleði verkalýðshreyfingarinnar. Það er svona mín spá. Við höfum eftir að heyra hörð viðbrögð. Finnbjörn var svolítið ákveðin í því líka. Í kvöldréttunum? Já. Ég tók forsíðuna Viðskiptablaðinu, hún er reynda frá því í gær, það var bara því að með svona sniðug. Þetta er náttúrulega sérstakt vandamál þegar bankarnir bara hætta að lána og býr til rosalegan vanda. Og þeir léku sér að þessu að vera með fasteignalánin í fristinum og fóru svo og tók út mynd í snjónumingjar.
En þetta náttúrulega sem að jók við vanda ríkisstjórnarinnar. Já. Til þess að þegar Kristrún sagði á fundi að ætla að koma með húsnæðisbakka, þá var þetta ástand ekki komið. Nei, það var fyrir dóminn. Já. Herðu, en það önnur frétt úr viðskiptablaðinu. Arðsemi eigin fjár 16% á árinu. Þetta Arion banki sem var að skila held ég á fyrstu 9 mánuðunum búin að græða 24 milljarðar. Þetta er alveg galið. Ég fór og lék mér hérna að því ég vissi að þú kemur hérna í kvöld og var að hugsa hvað 16% ávöxtun eigin fjár mikið og segjum að því að þú fættist að ég veit að þú fættist 1954 hefðurðu lagt inn segjum bara milljarð og þú erst milljarð þá bara á föstu verðlagi og hefur lagt það í svona ávöxtun þá ættur þau núna í dag 29.512 milljarða sem eru sko 6,5-föld landsframleiðslan á Íslandi. Mér finnst þetta merkilegt að því að vera að kynna sko 16% ávöxtun í okkur banka sem svona eins og sér normal hlutur. En ef það svona, ef þú myndi sleppa svona skeppnu út í samfélagið sem með 16% ávöxtun, það myndi éta samfélagið sko 6-falt á þínu líftíma. Þannig að þetta umlega mjög óeðlilegt. Það eiginlega gengur ekki að það sé svona mikil ávöxtun á þessu. Nei, þetta alveg óhugnanlegt sko. Bankin sem ekki að framleiða neitt sko. Bara milligöngu. Hann hirði 19 milljarða á fyrstu einhverjum mánuðum ársins. 24. 24, já. Við sko bara, sko við, þetta bara, penningu kemur bara frá viðskiptverðum. Já. Við höfum bent á það hérna. Skattur svona rosalega. Við höfum með fréttir frá Ítalíu. Það sem að Meloni, ríkisstjórn hennar, setti sérstakann bankaskatt ógnargróða bankana og ég held ég hafi reiknað í gæri eða einhvern tímann að ef Kristrún myndi gera það sama að þá væri það eins og leggja 11 milljarða þá myndu segja við bankana þið takkið þessa 90 milljarða, ég ætla að taka 11 af þeim þeir alveg nóg eftir og haldið svo kjafti svona talar Meloni við bankana þar þeir eru að væla yfir þessu ósakett. Það var ekki Sigurður Ríki sem að hringdi í Landsvirkjun og þau hefur búin að ákveða sko arðgreiðslurnar og báða að borga ríkinu 10 milljarða í viðbót. Já, ok, við gerum það bara. Það bara nóg byrjinga til. Já, kannski Kristrún ætti bara að hringja í Arion. Nei, á bankana. Þetta Smári búin að tala þetta í mörg ár sko. Nei, með hversu bankarnir hirða mikla pening af okkur. Já, ég hef ekki fundið neinn dæmi þetta. Ég leitaði víða heim hvort það væri einhvers staðar í heiminum þar sem að bankarnir tækir hreinan hagnað 2% landsframleiðslu á ári. Og ég fann það hvergi. Í Bandaríkjunum þar sem við erum að tala að Wall Street sé að drepa Main Street eins og þau segja, að sko fjármálastarfsemi sé að drepa venjulega atvinnustarfsemi í landinu. Þar þetta nær aldrei 1%. Og ég fann eitt dæmi þar sem það fóru eitthvað í 1,3% í Noregi, að þá voru allir bankastofnarnir kallaði fyrir þingnefnd og látnir lofaði að gera þetta aldrei aftur. Það voru viðbröðin þannig. En hérna þetta bara að klappa fyrir. Já, hér fyrir við ekki norsku leiðina í þessum málum. Herðu. Þetta óþolandi. Þetta óþolandi. Það var snjór í gær. Það var svolítið merkilegur. Hérna ég með frétt frá Vísi að löggan hafi verið svegt að fólk hafi hunsa fyrirmælin. Nú eru þið hérna kunnið að lesa þjóðarsólina. Voru þið hissa hlýttið þú? Ég get sagt að þú að leysa bíl á sumardekkjum. Nei, ég minn bíl ekki á sumardekkjum. Hann á heilsastækjum. Nei, ég sko lögreglan svolítið vondri stöðu þessi dagana. Hún getur eiginlega ekki verið að setja okkur fyrirmæli og ætlast til þess að við förum eftir þeim þegar að æðstu yfirmenn hjá stofnuninni geta ekki farið eftir einföldustu lögum sjálf. Nei, þetta svolítið ólík mál. Ólík mál, sannarlega, en ég held að lögreglan sé svona nokkur rúin trausti bara almennt. Það er svo flott myndir í gær þegar farþegarnir í strætó fór út og reyna að ýta honum upp brekkuna. Mér þótti það bara mjög, frábært og fallegt. Ég sá ykkur að velta fyrir sér hversuna strætó væri ekki á keðjum. Eitthvað tímann þið strætó verið á keðjum. Ég man nú ekki eftir því. Nei, þeir bara voru ekki eins og vetrartækjum. Sko. Nei, þeir voru ekki eins og vetrartækjum. Þeir mistök að senda út bíl á sumardækjum. Já.
Einmitt, já, ég sá reyndar, ég sá nokkra flutningabíla í gær sem höfðu stoppað umferði, svona þunga flutningabílar á sléttum dekkjum. Aftan í vegna alveg. Akkurat, það er auðvitað stórhættulegt, en ég held að almenningur hafi nú bara staðið sig ágætlega í þessu öllu. Þetta var auðvitað bara mjög slæm færð og það er ekki allir sem að hafa æfingu að keyra í svona slæmari færð. Þú veit ekki fá svona myndir svona fólkinu sem stóð sér illa svona. Sko, veistu það, mér sýndist svona sko, það er svona nýtt menningarstríði að sig, finnst mér, og það eru þeir sem að vilja negla dekk og þeir sem að vilja ekki negla dekk, og þetta er svo slettu unfolding á Facebookinu mínu. Hef ég verið að sjá þessa naglana, þeir eru alveg hreint brjálaðir yfir út í fólki sem að fer ekki með bifreiðina sínar og lætur negla undir þær. En svo heyrði ég... Fólk reytti við fólki sem situr ekki negla þær? Já. Nú, okkur? Vegna þess að það hafa bara valdið einhverjum töfum á umferðinni til dæmis í gær og í morgun. En naglar hjálpaður ekkert að ekki snjó? Já, það er nú bara... Já, þú meinar að þið voru að spóla þarna á leiðinni, að það var mjög fljótlega hálka og það er eina ástæðan fyrir því að það voru svo margir út á götunum að það var ekki hægt að ryðja neitt og þá eru að keyra bílarnir niður snjóinn og hann verður frís þá að því að var líka frost og þá verður svona hálka. Ég sá þetta hérna á Nóatúni og víða, bara litlar brekkur og menn átti í vandræðum með það. Já, það er það sem að... Það er auðvitað lögreglan bað fólk að flýta sér heim og við skulum ekki gleyma því að það var lögreglan sem stóð fyrir því að það hópuðust allir út á götuna hana í svona eiginlega vestaveðrinu og ég held að það sé kannski svona helst ástæðan fyrir því að fólk hafi verið að festa sig. Það var að treysta á lögregluna. Herði, ég tók hérna sem kannski ég sé það eftir því, ég tók hérna graf úr Mogganum, snjóstíkt í Reykjavík. Þetta er nefnilega, moggin er prentaður og búrin út. Það snjóaði svo meira aðeins í nótt, þannig að þetta var meira. Þetta metið var slegið meti í snjódýft í Reykjavík í október. Og svo eru þarna fyrri met. Já, þetta var fyrra met hérna. Já, þetta 55 cm var, það er frá 1937. Já, það er í janúar. Október. Í október það voru 15 janúar, cm, þannig að það var meira en tvöfaldað metið. Nú skil ég. Ég setti nýtt met. Þið fáum það þá út úr þessu. Já, Moggi var líka með snjóinn á Hofsíðu og fín mynd hana. Þann fer ekki án fordæma. En ég raka augun í fréttina sem er við hliðina sem er 9 létust á Gazasvæðinu. Ég hef búin að vera lesa alls konar blöð, það voru 109 og þar af 35 börn. Sko, fyrir utan að segja létust, þá er þetta mjög langt frá því. Þannig ég fór að athuga hversu skrítið blað er Moggin. Þannig ég fór fyrst til Ísrael og tók hérna Haaretz. Þeir voru á því að hefðu í fréttinni þeirra voru með að hefðu 100? Já, yfir 100. Svo fóru til Spánar, El País, hvað segja þeir? Þeir segja að við nefna þannig sérstaklega að verið 46 börn sem hafi dáið og það var yfir 100. En á Ítalíu, hvað ætli þeir segja? Þeir segja að yfir 100 hafi dáið og þar af 35 börn segja þeir. En nær okkur í tíma Aftenposten sem að þeir eru yfir 100 sem hafi dáið þar, en í Frakklandi, Le Monde. Þeir eru líka á þessu. Og það maður fór alltaf að velta fyrir. Nú þetta er allt saman svona stofnanablöð. Þetta eru svona blöð sem að Moggin ætti að dreyma að fá að líkjast. En Moggin bara er ekki í þessari deild, sko. Nei. Það var kannski, þetta verið draumur Styrmis og Mattíasar að vera svona eins og Aftenposten. En þetta er bara orðið kúa nú. Þetta er náttúrulega... Þetta er ótrúlegt að sjá. Já, þetta er... Og til hvers er þeir að þessu? Ég skil það ekki. Hver er tilgangurinn? Já, þeir hafa nú svolítið verið að draga úr áhrifum þjóðamorðsins og bara á Mogganum núna. Ísraelska herinn gengur ekki svona langt. Sko, kannski myndi einhver svona spámaður giska að þeir fengju greiðslu bara hreinlega frá Ísraelum til þess að dreifa út svona áróðri. Ég kannast við það til svona fyrirbyrði sem heitir helfarar afneitarar sem að neita helfarinni. Morgunblaðið er þjóðamorðsafneitari. Já, þeir eru það. En það er þetta eru skelfilegar aðstæður á Gaza. Þeir fóru, við sögum frá því í gær að Netanyahu, hann bara hótaði að það yrði farið í risastórar aðgerðir. Hann
já, það var nú ekki bara hótun heldur eins og var bara óðan beint í það og það eru sprengingar og hafa verið núna síðasta sólarhringinn og það eru sko, já, þetta er 46 börn og yfir 100 manns sem eru allavega voru drepin núna síðasta sólarhringinn en hann hefur greinilega fengið eitthvað tiltal frá bandaríska forsetanum Trump að svona, já, fólk svona fabúlera með, þeir eru allavega komnir í vopn, þeir segja að þetta hafi bara verið sko refsiaðgerð vegna þess að það dóu þarna 2 hermenn, ísraelskir hermenn sem að þeir segja að Hamas hafi drepið, þeir fara þá að drepa þarna yfir 100 manns í hefndarskyni en núna eru þeir búinir að já, svona svolítið bakka og þeir eru aftur komnir í vopnahlé, segja þeir, en ég er með mynd af því sem var bara í gangi í sömu mynd og þeir voru að tala það. Þetta eru já, í rauninni bara sprengingar, loftarósir í Gazaborg bara núna rétt í þessu. Og saklaust og varnarlaust fólk. Á saklaust og varnarlaust fólk. Já. Ég er með nýja frétt, það var að vera að loka kjörstöðum í Hollandi og það eru komin útgönguspá, var bara að byrjast. Þarna kemur, samkvæmt þessari spá, frelsisflokkur Geert Wilders, ekki stærsti flokkurinn, heldur D66 sem að ég var að segja væri svona viðreist með svona kannski pínlundu pírata ívafi, svona fara fram á svona kerfisbreytingar, en svona frjálslyndur flokkur. Hann að vinna hann stórkostlega á, fer úr 8 þingmönnum í 9 þingmönnum í 27. Frelsisflokkur Geert Wilders tapar þarna 12 þingmönnum, fer úr 37 í 25. Næstur kemur þjóðarflokkurinn, ætlaði þess ekki kallaði það. Þetta er svona sjálfstæðisflokkur þeirra í Hollandi. Hann er að tapa 1 þingmanni, en heldur ágætlega sínu. Síðan kemur kosningabandalag Vinstri grænna og sósíaldemókrata. Tapa þarna 5 þingsettum. Fara úr 25 í 20 og næstur kemur hann stór sem að í svona spám sem að voru í gær að þá að tala um þessi 4 sem ég er búin að nefna núna eru þau svona viðlíka stærð en kristilegi demókratar sem að þarna kemur eftir að vinna mikið á og er mjög svona íhaldsamur flokkur í svona, hvað heitir þetta, svona persónulegu málum eins og margir flokkar eru í Hollandi. Þetta er náttúrulega mikil svona kalvinísk hefð og fleira kristilegi flokkar hafa haft mikil áhrif á. Aðrir eru minni, ég veit að tala svolítið dýraflokkin. Hann heldur sínum 3 þingmönnum. En annað er nú ekki svona mikið að segja það, en þetta eru svona svolítið stóra fréttir. Þannig er 21 sem ég sjáu þarna er að vinna á fyrir 1 þingmanni í 9, bæti við sig 8, en það er samt ekki það sem að frelsisflokkur Geert Wilders er að missa. Þannig það er ekki hægt að túlka þetta sem þessa hægri bylgju sem að Sigmundur Davíð og allir hægri podcastanar í Íslandi eru alltaf að bíða eftir og segja okkur að sé óumflýjanleg. Þessi kosningaúrslit myndu frekar túlkast sem svona upprisa miðjunar. Svipað og er kannski stjórnmálaástand á Íslandi þar sem að það eru miðjuflokkarnir sem eru að auka þessi fylgi en ekki hægri flokkarnir. Þó svo að miðflokkurinn hafi bætt eilítið við sig fylgi á milli mánaða í maskinu síðast. Herðu? Var hún í fundin þeirra sko. Svo hvernig var svona þeir voru með flokksþingi sitt og það ekki? Ég held að hafi verið tekið að hafi komið eitthvað fram og að verið sko allavega stór hluti hafi verið tekið fyrir flokksþingið. Það var náttúrulega einhver aðdragandi, það var varaformannskjör, við reyndum að fá varaformannskandidatana til í þáttu okkur viku áður, þannig að það var búið að vera mikil umræða og það er alltaf þannig að flokkar sem eiga flokksþing og svona, þeir fá svolítið meðbyr með sig. Sjálfstæðisflokkurinn fór upp í 24% rúm þegar flokksþingið þá þeim var, eða landsfundurinn, en hefur síðan síið niður fyrir 16%. Herðu, það er við skulum fara í Karíbahafið. Þar er Melissa, er fellibylur sem að fór í gegnum Jamaica, þetta er forsíðan þar. Þannig að töluvert miklar skemmtir og það er fólk sem að dó en mér heyrist það svona tölunum eru svona 9, 11 eftir í hvaða fréttir er verið að segja. Hins vegar er þetta ekki vitað af því að það er ekkert
það er ekkert símasamband, það er ekkert rafmagn. Lítið net, þannig að menn svo sem við vitið ekki. Það er ennþá bara óljósa fréttir af því hérna. Og í rauninni hefur verið sagt frá því að þó að þetta sé að mestu gengið yfir, þá eru sko afleiðingarnar ennþá svona það hættulegar. Aðstæður það slæmar að fólk getur dáið hreinlega úr eftirköstunum. Það getur verið að fólk bara deyjur hungri eða vannaringu eða húsið er farið og spítalar og svona helstu innviðir. Já, það er nefnilega það sem það er hætt við því yfirleitt. Það er ekki vísið sem er jafn gott vaskkerfi og við erum. Ég man ekki, það var New Orleans og þar í kring þegar að Katarina gekk yfir. Fólkið sem býr á þessu svæðum er ennþá að svona krafsa sig upp úr eftirköstunum. Núna hvað eru 15 ára síðan? 10-15 ára. En Melissa fór yfir Haítí og er á leiðinni yfir Kúbu líklega í kvöld, svo fer kannski Það er ekkert að gefa eftir Já, það er alltaf þannig að fer við land þá missir hann mátt sko. Að fengja menn til þess að útskýra þetta fyrir okkur. Já, en þetta er ólíkita tól, svo getur allt í að tekið eitthvað sveig og sótt aftur afl yfir einhverjum heitum sjó og þá verður alltaf villast aftur hann ekki alltaf ég spá hvað verður. En það er þetta mikil rigning sem fylgir þessu og það eru flóð víða. Það eru flóð hérna á Haítí Þetta hækkar sko sjávarstöðu, það er nú oft sem fylgir þessu. Það kemur eiginlega þetta sópar bara sjó á landi undurinn. Herðu, talandi það, þá var svolítið fellibylur í vélfagsmönnum sem að mættu á fund Viðreisnar og voru þar með hávaða. Svolítið svona eins og hefur verið að gagnrýnt að mótmælendur sig að mæta á fundi og trufla þá. Óvanalegt að sjá kannski svona kalla í þessu hlutverki. Já, það er náttúrulega, þeim er heitt í heimsíðasum. Og þeir segja sko að þeir voru að hugsa að yfirtaka alla fundin en svo fannst þeim það svona full mikið þannig að þeir hættu svona áður fundur var allur en þeir eru að berja svolítið við utanríkisráðuneytið út af því að það er talið eða grunur að sika rússneskt eignarhald á fyrirtækinu og við erum í viðskiptabanni við Rússa og þannig að þeir eru, þetta fyrirtækinu bara blæðir út og þeir eru sem sagt afar ósatt að segja sko, þeir bara fá lífgjöf bara svona dag í senn frá utanríkisráðuneytinu. En hvort að það bara verði skrúa fyrir öll viðskipti, þá var þetta náttúrulega farið. Ég hugsa ekki munin hérna á sko viðskipti við Rússa versus og viðskipti við Ísrael. Það er fullt af fyrirtækjum hér sem eru með staðfest tengsl, viðskiptum tengsl. En þetta þeir eru bara harðir á sínu, en þetta er ekki annað en reynt að berjast í þessu. Og mætt á fund Viðreisnar af því að atvinnumálaráðherrann og utanríkisráðherrann og samtalandi að í sama flokki er dómsmálaráðherrann, hann í með vont mál, eiginlega hálfgett skítamál. Hann fór og talaði við ríkislögreglustjóra og það kom ekkert út úr honum þeim fundi, kynna sér. Þetta er alveg merkilegt. Haraldur Jóhannesson, þegar hann var ríkislögreglustjóri undan henni, að þá hækka hann næsta ráðandi marga sko. Já, nokkra 14 stykki. Hætti eftirlaun þeirra stórlega. Það kostaði ríkið alveg 100 milljóna. Og hann var rekinn bara. Hann var settur á ganginn í dómsmálaráðuneytinu. Þar voru einhverju fyrir, ég man ekki hverju voru, en ég held að þetta mál hlýtur enda einhvern veginn svoleiðis. Já, ætli hún verði ekki látið að segja sér. Mér finnst það eiginlega ekkert annað í boði. Það er einhvern veginn allt verklega í kringu þetta er undarlegt, þetta er einhver vinkona, það eru einhver svona persónuleg tengsl, hún er á verktakagreiðslum og er síðan ráðinn sem fastur starfsmaður eftir að Helgi Seljan fer að grennslast málið og þetta er svo sem ekki til fyrsta skipti sem þessi kona er flekt í spillingarmál. Við munum öll eftir hryðjuverka hinu meintu hryðjuverkamönnum og pabbenar sem seldi þeim vopn. Já, en Við ræddum aðeins í gær að það hefur verið frekar veikt viðtalið við ríkislögreglustjóra í kvöld 13 í gær og það er við sem gagnrýnda.
RÚV bætti fyrir og tók viðtal, spilaði aðeins úr í hádeginu og spilaði síðan út í kvöld og var svona settur kannski harðari fréttamaður að spyrja hann. Það var aðeins betra viðtalið í kvöld. En þetta er hann Vilhjálmur Árnason sem að núna er að íhuga að bjóða sig fram sem bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Já. Hann segir þessi eftirspurn. Hann er að tala hann er nú fyrirverandi lögga. Eða einu sem lögga, alltaf lögga eða hvað, er hann lögga eða? Já, hann talar þannig sjálfur. Hann eftir að búin að læra lögreglu. Hann er eitthvað einsinn inn í þetta og hann er að finna þessu. Já. Hann er líka formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar þingsins, sko. Já. Þannig er rannsakandi. Akkurat. Þannig að það hlýtur eitthvað að koma út úr þessu þó að þeirra fundi hafi lokið einhvern veginn án niðurstöðu. Það var svo sem, ég meina, var eitthvað niðurstöðu að vænta, var hún ekki bara að fá upplýsingar? Þorbjörg Sigríður verður að sína manndóm í þessu máli. Já, ég held að hún hefur alls svona kosti, sko. Hún getur sagt bara að ég ákvaða að setja hana af á meðan að rannsókn fer fram. Já, það er alveg rétt. Hún ætti að gera það. Ég sé ekkert að því. Nei. Þú veist, og það er líka bara, getur verið viðbrögð við mér finnst sko viðbrögð almennings við þessu máli og svona hvernig þetta leggst í þjóðina vera fullt tilefnið þess. Já, ég hef séð bara í ótrúlegustu kreðsum verið kallað eftir því að Sigríður Björk segi hreinlega af sér að það verði sett af. Þú getur verið ráðherra og verið að hlusta á RÚV í gær og RÚV í kvöld og hugsa að þetta gengur ekki að konan sem þessar ásakanir eru borðnar á sé hérna alltaf að verja sig í öllum fjölmiðlum, það kastar bara rýrð á embættið, það er betur hún bara að fara til hliðar og við höldum áfram að reka embættið, það er það sem skiptir máli. Svo viðkvæmt embættið, það má ekki við. Alls konar kosti sem hann notar ekki. RÚV var með fréttum að einelti, áreitni, uppsagnir og ólögmætar ráðningar kostuðu ríkið 642 milljónir. Já, síðustu 10 árum, sko. Já, er það ekki bara... Jú, þeir eru að gera þetta svona langa með að sitja mynd að bjóta ben. Þetta er hans tími. Þeirra ríkisstjórnar, sko. Hann var ekki með áreitnina og hann réði ekki alla, eða? Nei, þetta er bara ríkið komplett, sko. En sko, það eru Landspítalinn sem er náttúrulega einhver fjölmennasti vinnustað landsins, ekki svo fjölmennasti, og svo Hafrannsóknastofnun. Já. Hann var með bönns á monni. Það er einhverja sáttagreiðslur þar. Hvað er þetta? Svo finna ríka lónu. Stundum er þetta heldur alltaf áfram. Það er þótt að þessi skiptu fólk og heldur eitthvað svona erfiðleikar áfram. Já, móra er komin einhvern veginn og... Mér finnst þetta reyndar svolítið undarlega samantækt þetta einelti, áreitni og síðan ólöglega ráðninga eða sérst einhverju svona glíkuráðningar. Þetta er svona skrítin póki. Þetta er rosa skrítin póki, einmitt. Þetta er einmitt. Þetta er svona blandi póka. Því að mér langar svolítið að vita svona hvað kostaði hvað og hérna... Bara vita hvað Bjarni Beir kostaði. Það er eitthvað. Það er hneykslismála á forsíðu Víkurfrétta, hagnast vel á hamförum. Þetta er þarna er lítið fyrirtæki sem sér svona eitthvað svona öryggismál inn í Grindavík og græðir ágætlega smaðar með við svona lítið fyrirtæki verða með 42 milljónir minnum í hagnað og sem er miklu meira heldur en ára undan sem voru bara 5. En málið er að þetta er einhver maður sem er öryggismálastjóri í Grindavíkur sem er að kaupa þjónustu sjálfur sér og fyrirtæki er í eigu hans og konunus. En ég setti þetta nú bara því að... Þetta er nú svolítið íslenskt. Já, mér setti þetta svona með lögreglustjórun. Mér finnst þetta mjög íslenskt. Já, þetta er mjög íslenskt. Það er bara að klappa fyrir þessu. Svo sé þjóðarnið. Já, svona, einmitt. Þetta er því íslensku gildi. Við tölum í gær hryllilegt ástand í borginni El Fasir í Súdan. Þetta er í Darfur héraði. Þar komu hvað er þetta að kalla stríðsherrar, sveitir stríðsherra þar inn og myrtu fólk, það talaði að sé allavega 1500 manns sem hafi dáið. Ég nefndi það í gær því að þetta var eiginlega að gerast bara við vorum með fréttinir í gær að það hefur gervihnattamyndir hefðu séð blóð og ég er með myndir af því sem BBC birti. Ég veit ekki hvað það sjáist hérna hjá okkur, en þetta eru bara gervihnattamyndir sem teknar af þessari borg og það sjást líkin og það sést hvernig blóðið úr fólkinu litar sandinn. Þannig að þetta er fjöldamorð sem að sést utan úr geimnum. Já, og þetta er bara stærsta þjóðamorð sögunar held ég sem er í gangi þarna og hefur verið svona af og á síðustu 10 ár. Ég með myndir af svona helstu leikandum sem eru þarna. Sá sem er til vinstri er
Þetta eru báðir hershöfðingjar sko. Abdel Fattah al-Burhan sem myndi líklega kallast forseti Súdan og svo Hemidi hann kallaður. Hann heitir einhverju öðru nafni, hann heitir Mohamed Hamad Dagalo. Þetta voru eins og vinir og Hemidi tók að sér að fremja hryllileg fjöldamorð á uppreisnarmönnum í Darfur og kæfa það niður. Svo slitnaði á milli þeirra og Hemidi vildi njóta einhvers fyrir morð sín. Þannig að hann eignað sér ýmis svona landsvæði og var með lands að taka þessa borg í gær og myrti þar þá sem hann taldi vera andstæðinga sína. Þetta náttúrulega algjör hryllingur. Já, þetta bara hryllingur og þetta tengist svo sem þjóðamorðinu á Gaza með þeim hætti að það eru vopnaframleiðendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Ísrael, jafnvel Bandaríkjunum sem hagnast hreinlega á þessu. Málma til Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Það var allir gróða af því að styðja einhverja drullusokka, eins og sagtir. Það var hryllileg frétt í Brasilíu. Það var lögreglan fór og gerði atlögu að glæpahópi. Sótti að svona svæði, hafa eignað sér eitthvað svona sitt svona törf í einhverjum hverfum þar. En löggan dreifði sér síðan mjög þétt í skóginum sem á bakvið og mætti þeim þegar þeir flúðu, þegar lögreglu árásin kom, þá komu menn flýjandi. Og þarna sagt að hafi séu 60 lánið, þegar bara líkin voru sótt út í skóginn og raðað þarna upp. En það talið að mann séu miklu fleiri, kannski 120 mann sem hafi verið drepnir þarna. Og einhverju voru handteknir, einhverju náðu að því að kasta frá sér vopnum og gefast upp. En að sömuleyti þetta svona... Já, þetta mjög viðbjóðslegt. Alveg svakalega. Milei, forseti Argentínu, hann hélt blaðamannafund eftir kosningarsögu sinn og meðal annars ræddi þetta mál og sagði að það að vera að herða allt eftirlit með landamærum við Brasilíu, sem ég held að nú sé nú bara eitthvað rugl sko. Þannig eins og margir það eru að búa til eitthvað svona hættu til þess að geta vopnast og kannski handtekið einhverja pólitíska andstæðinga sína. En hann var að tala um fjárlagafrumvarpið. Meðal annars að þeir ætluðu ekki að fella í burtu svona varnir í kringum pesoan sem hafa verið gjaldeyris höft. Ætla ekki að fella það. Það hefði verið spáð að hann myndi nota þessa sjóði sem hann fékk frá Trump sem hann lofaði, bara ef að Argentínumenn myndu kjósa flokkin hans og Trump var það að ósk sinni og hann var Þetta var svolítið var óskinni að Milei sigraði og þá hefur hann meiri afl til þess að knýja stefnu sína fram. En að þegar við erum að tala um pesoan, þá ég með svona pesoan á síðustu viku. Þið sjáið að þegar hann vinnur sigurinn þá rís pesoan aðeins upp, en síðan fellur hann aftur niður og kominn. Þetta kannski, veit ég hvað þetta segir, núllpunkturinn ekki núll hann í grafinu, þannig ég tók 2 ár. Þetta sjáið þið fallið mikla, það þegar að Milei kemur til valda. Og síðan að hann komst til valda þá hefur pesoin fallið svona 70%. Þannig að það getur verið erfitt að stjórna landi þar sem að þetta gengur á. Já. En Sigmundur Davíð, hann skrifaði á Facebook að hann ætlaði að taka Milei sér til fyrirmyndar í ríkisfjármálum. Þetta. Já. Ég held að Milei hafi raunverulega loka kannski svona 30% af öllum ríkisstofnunum og hann hefur rekið, ég held að fleiri 100.000 manns, 200.000 opinberir starfsmenn sem hann hefur rekið. Hann gengur með fundum með svona keðjusög til að sýna hvernig það ætlar að fara með ríkið. En okkar nú bara með sleggju sko. Kristrún. Sigmundur Davíð ætlar að mæta með velsveina. Já. Herðu, það frétt á Vísi að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra. Þetta eru umfjöllun leikskólamálin. Já. Herðu, og svo ertu kannski með það að Líf Magnúsdóttir, hún ætlar ekkert að
Hún gengin af vagninum, hún ætlar ekki að styðja. Þá ekki meirihluti fallin? Nei, ég held þetta sko, málið að þessi tillaga, hún var unnin sko þvert á flokka. Það var verið að reyna að búa til samstöðu. Og þess vegna þegar þetta kom fram fyrst og sjálfstæðismenn stigu fram og svo framsóknarmenn og við voru að gagnrýna þetta væri algjört glabræði, að þá kom það fram að þeir hafðu unnið í þessari nefnd og þannig að hugmyndin var svo. Þannig að sumuleyti var þessi tillaga, einhver tillaga til þess að koma með svona þver pólitíska lausn á leikskólamálunum sem að stjórnarandstaðan hljóp frá. En stjórnarandstaðan höll frá og núna Líf. Ég held að sé frekar að bara verður ekki að þessari tillögu. Þetta var hún bara lögð út í samráð og ég held að allir hafi talað þannig að það hefði verið bara komið ljós hvernig samráðið var og þetta var verið að reyna að móta einhverja lausn í einhverju góðri sátt. Þetta svona var ekki, John F. Kennedy sagði að sigurinn á sér marga feður en ósigurinn munaðleysingji. Ég held að þetta verið þannig mál að það þykist enginn hafa átt þetta mál. Þannig að þetta verður útburður þessi tillaga. Hvað, heldur að verði bara nýri meirihluti? Nei, og stutt til kosningar til þess. Ég held að verði ekki. En það vil lengi vinna með henni eftir kosningar. Herðu, Trump-vinur ykkar, hann var í Suður Kóreu. Og er komið þangað. Þeir eru líka á hana kórunu. Já, loksins. Er hún að lúr? Ég veit ekki. Sjá hann ekki með kóruna? Hann fekk líka hálsmenn og er þetta eyrðan okkar? Ég veit það ekki. Nei, þetta er einhverju... Sjá svipin á hann hvað er ánað með þetta. Já, hann þarf svolítið, það þarf að veluna hann mikið. Er þetta fallegt að vera með svona bernst hjarta? Að þegar ferða gjafir og þá verður svona mærðarlegur á... Já, svona svolítið svona montin í sér svona. Einmitt, já. Akkurat, þannig ofpúslega montin. Og hinn er svona að gera grín á hann, sjáu, svipin á hinnum. Hann er svona að gera grín á hann, sko. Herðu, hann er að fara að hitta forseta Kína líklega á morgun og það er talað að það verði samkomulag og að sumuleyti verði það byggt þannig á því að það raunverulega hafi Bandaríkin ekki styrk til þess að fara í eitthvað viðskiptastríð í Kína. Þannig að svona allir þessi tollar og allar þessi hótanir munu svona bara hægt og bítandi hverfa. Hann vill gera stóra samninga, skrifar undir marga samninga. Hann gerði samning í Suður Kóreu, þar sem hann lækkaði tollana. Gegn loforði að Suður Kóreumenn myndu fjárfesta fyrir $200 billjónir í Bandaríkjunum. Og hann fer svo heim og tilkynni það að Evrópusambandið lofaði líka fjárfestingum. Ég veit ekki alveg hvernig Evrópusambandið getur lofað því. Því Evrópusambandið er ekki að fara að fjárfesta í Bandaríkjunum, ég get sagt ykkur það. Það gæti verið einhver lönd innan Evrópusambandið sem myndu gera það. En ég veit ekki hvort það sé eitthvað meira að marka þessi lofur þeirra í Suður Kóreu. Ég var að segja, láta þetta gott heita í fréttunum eða vil ég segja það fyrir? Það ekki bara. Það er reyndar einu svolítið kostuleg frétt sem er tökum næstu. Einmitt. Hún er að kvarta yfir því að það sé fólk að sækja námsleyfi í annarlegum tilgangi. Hvað er að vera annarlegu tilgangu? Það er eitthvað sem sækir og vill komast í háskólanám til dæmis. Já, fer í háskólanám en sinnir því ekki samkvæmt því sem henni finnst gott og býr á Íslandi. Hún virðist vera ofboðslega mótfallin því að fólk flyttist til Íslands. Sérstaklega ef að það er ekki af Schengen. En þessar fullyrðingarinnar Þú þarft ekki að fá námsleyfi eða þú ert að Schengen. Nei, akkurat. Það er einmitt það sem ég er að segja. Ef að þú ert utan Schengen og langar að koma og læra á Íslandi, þá er hún stórkostlega mótfallin því. Ég var nú að leita af, hún var að segja, þetta er svo svakaleg fullyrðing, en ég var eitthvað aðeins að blaða í vinnu þessarar nefndar þessar starfshóps og ég fann ekkert sem að styður þessar fullyrðingarinnar. Þetta er hópurinn sem hún er að finna að. Þetta stærsti hópurinn kemur frá Filippseyjum Þetta eru 304 og svo frá Bandaríkjunum og svo kemur Nígería, Ghana og Pakistan. Það eru 5 þjóðir sem flestir koma hingað og sækja dvalarleyfi út af námi. Er það ávinningur fyrir þjóðir að fá svona erlenda? Já, maður hefði haldið það. Það beltur það. Trump er á því að svo sé ekki, hann vil ekki fá erlenda stúdenta.
Það ég veit eins og, sko, var ekki... Íslendingar fara mjög mikið í háskóla í útlöndum. Ofboðslega mikið. En ekki til Filippseyja. Einstefna. Nei, en ég veit að Filippseyingarnir sem hafa verið að koma hingað hafa verið í heilbrigðisþjónustunni, mikið til sótt í hjúkrunarfræðina og læknisfræðina, jafnvel. En já, hún vil þetta ekki. Lilli Alfreðsdóttir lærði í Suður-Kóreu. Já. Hún skipti niður með þar. Hún skipti niður með þar. Já. Var hann ekki háskólanámið þar? Nei, ég held að verði sem skipti niður sem ung stúlka. Herðu, það er hérna frétt úr Washington Post, þar sem að Trump ríkisstjórnin, hún er að dreifa myndböndum til að sýna hvað gengur vel fjá ICE, að reynsa Bandaríkin af ólöglegum innflytjendum. Það kom í ljós að það er ekkert að marka þessar myndir sem að þeir dreifa. Þetta eru eldgamlar myndir, teknar í ykkur allt öðru samhengi og eiginlega ekkert skilt við raunveruleika. Þetta er svona það sem er kallað fake news. Já, fake news. Nákvæmlega. Svo er hann fréttina á sama blaði að hann kallar þetta, hvað kallar hann þetta? Hvað myndi maður kalla þetta? Golden Dome. Hvelfingu, já. Gullnu hvelfingu til þess að verja Bandaríkin fyrir öllum loftárásum. Við varum mjög hrifin að þessu af því að Ísraelsmenn munu hafa átt svona sem að reynda að koma í ljós í skammvinnu stríði við Íran. Það hélt ekkert allt og vel og var eina ástæða fyrir því að stríðið var svo stutt. Það var margir haldið fram að Íran hafi raunverulega verið að vinna stríðið. Þess að það voru að brjóta niður loftvarnir Ísraels. En hann ætlar að reisa þetta og þetta kostar 123.000 milljarða. Já, þetta er bara kling. Herðu, síðasta fréttin er frá RÚV. Það voru 60% Íslendingar sem fóru til útlanda í sumar. Já, við erum ekki þar á meðal. Nei, við vorum hér í sumar. Segir fréttir. Það er miklu minnir dagina. Hvað er þetta? Já. Þannig að þetta er ekki þögli meirihluti sem segir fréttir hér. María og Sigurjón, takk fyrir að segja fréttinnar. Framöndan er Rauðaborði, minni ykkur á sem eru að horfa á YouTube eða á Facebook að þið verið að finna nýjan straum, en ef þú ert að horfa á í sjónvarpið eða hlusta á útvarpið þá þarf þetta ekki áhyggjur að hafa. Rauðaborði er í rétt handa við hornið. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is